og daginn, leyfa aðeins fólki að setjast. Ég heiti Kristrún Sigurjónsdóttir og kennsluráðgjafi fjölmenningar í Hafnarfirði, bæði í leik- og grunnskólum, og var beðin að vera með erindi hérna í dag varðandi foreldrasamstarf við foreldra erlendra grunnskólabarna, og mér var þannig bara ljúft og skylt. Ég var í 15 ár deildarstjóri móttökudeildar við Lækjarskóla, þannig að ég var í raun og veru 15 ár í daglegum samskiptum við erlenda foreldra. Og þegar ég var beðin að vera með þetta erindi, þá var ég að hugsa svona hvað vinkil ég geti tekið á það. Og það var kannski nærtækast að leita bara í eigin reynslubanka. Vegna þess að þetta samstarf sem ég hef átt í foreldri gegnum tíðina hefur bara kennt mér alveg ótrúlega mikið, bæði sjálfa mig, annað fólk, og sýnt mér hvað það skiptir miklu máli til þess að styðja við börnin fyrst og fremst. Þannig að ég ætla bara aðeins að fara svona, þetta eru mínar svona hugleiðingar, hverju ég hef mætt. Stundum hefur samstarfið verið erfitt, þá komið upp hindranir, en oftast bara mjög farsælt og gefandi. Þannig að ég tek bara kúrsinn þaðan, og þetta er bara mínar svona hugleiðingar. Ég er ekki takað út frá einhverjum fræðilegum rannsóknum eða neitt slíkt. Þetta, af hverju flyst fólk til Íslands? Þetta er bara spurning sem ég fæ alveg ótrúlega oft. Og ég er kannski ekki að velta henni sjálf fyrir mér þegar ég fæ börn. En það eru margir sem spyrja með þessu. Bæði kennarar og bara fólk á förnum vegi sem ég hitti og vita við hvað ég starfa. En það er náttúrulega bara eins og með allt annað, það eru alls konar ástæður. Fólk flytur út af atvinnu, námi, gengur í hjónaband, það kemur sem flóttamann, fjölskylda kemur í kjölfar þess að flóttamaður fær stöðu, við erum með fólk í leita alþjóðlegri vernd, fólk er að leita betra lífi og það er bæði frjálsir og þvingaðir flutningar. Við erum bæði með fólk sem hefur valið að flytja til landsins, sama hvað ástæður liggja þar að baki, en við erum líka með fólk sem átti engra kosta völ. Og það er bara mjög mikilvægt þegar maður er að vinna með breiðan hóp fólks að við getum ekki mætt öllum á sama stað. Heldur þurfum við alltaf að skoða kannski aðeins bakgrunninn, vita svolítið hann og hvar getum við mætt fólki vegna þess að það hefur mismunandi forsendur. Sumir, eins og kom fram áðan, er bara mjög meðvitaður, þetta er rosalega vel menntað fólk og mjög meðvitað hvernig það getur stutt börnin sín í námi og hvernig það getur stuðlað að virku tvítyngja, en við erum líka með foreldrar sem ekki læsir og skrifandi sjálfir og eru að koma úr mjög erfiðum aðstæðum og að sjálfsögðu getum við ekki unnið með þetta fólk á sama hátt, eða þessa foreldra. Svo erum við alls konar fjölskyldugerðir, bara eins og íslenskar fjölskyldur eru ólíkar. Það eru blöndu hjónabönd, fólk er að giftast íslenskum mökum, við erum með samkynhneigða foreldra, einstæða foreldra, það eru kjarnafjölskyldur og það eru stórfjölskyldur, það sem eru afar og ömmur og frænkur og frændur, allir að ala upp eitt barn og svo framvegis. En það eru líka áskoranir sem að fólk og fjölskyldur eru að standa frammi fyrir þegar það er að flytja til landsins. Og þær eru margar. Og það er eitthvað sem við verðum líka alltaf að taka inn í myndina í sambandi við skólagöngu barna. Það er svona náttúrulega mjög stórt skref að flytja og það er margt sem að fólk er kannski að díla við fyrstu tímana, eins og til dæmis tungumáli, að kunna ekki íslensku. Jafnvel ekki ensku eða annað tungumál sem þú getur tjáð þig á og það er hindrun. Það getur verið mikill menningarmunur eða lítill. En það er alltaf einhver og kemur ykkur núans og ég get bara til dæmis sagt ykkur eina sögu af vinkonu minni sem að flutti til Danmerkur og við tölum kannski ekki mikil menningarmun á milli Íslands og Danmerkur en hún hringdi mig alveg gjörsamlega brjáluð eitthvert kvöldið og ætlaði að flytja heim. Og tiltölulega nýflutt til landsins, yngra barnið byrjaði á leikskóla og hafði farið í svona hyttutúr eða skógarferð með leikskólanum yfir nótt. Og það hringdi hann kvöldi og sagti hann að drengur sem hann er veikur og hún þurfi að sækja hann. Og hún keyrir þarna í umhverfi sem hún þekkir ekki í kolna eða myrkri til þess að sækja drenginn og þegar hún kemur á staðinn
þá sitja leikskólakennararnir með síku og rauðvín. Og þetta gjörsamlega fór með hana, sko, hún bara, þannig að þarna ég hugsaði, já, þetta svona smá menningarmunur. Það var engin fullur, en hún svo sagði, þetta myndi aldrei gerast á Íslandi. Ekki það að við séum eitthvað þekkt fyrir að fara mjög vel með áfengi. En stundum getur verið lítil samfélagsþekking og það fer náttúrulega eftir líka bara hvað fólk að koma frá ólíkum heimssvæðum. Þetta ekkert alltaf, ég meina sum samfélög eru bara þokkalega svipuð. Það er atvinna. Fólk að leita atvinnu, það hefur ágjör af því að missa atvinnu, stundum vill að helst ekki mæti foreldraviðtöl, það finnst erfitt að koma mikið í skólan af því að það þarf að biðja frí, það þekkir kannski ekki alveg réttindi sín í öllum tilfellum. Svo eru húsnæðismálin, þau eru nú ofarlega bauð núna og það er mjög erfitt að fá húsnæði og mjög kostnaðarsamt. Og svo getur umhverfi verið framandi, það eru alls konar skráðar og óskráðar reglur, það eru aðrir siðir, önnur gildi, það eru umlegt veður, rigndi allt fyrrasumar, maturinn er skrítinn, þú veist, ég hef oft verið með krakka til dæmis sem hafa verið mörg ára að venjast því að borða samloku með skinku, osti og jógúrt eða eitthvað slíkt, það getur verið svo margt sem spilar inn í. Fólk gengur í gegnum ákveðna fasa í svona menningaráfalli, en ef að vel gengur þá gengur þetta nú allt saman yfir. Síðan eru fordómar. Margir tala þeir mæti aldrei neinum fordómum sem frábært, á meðan aðrir tala að þeir mæti fordómum og meðan svona sérstaklega hugsa til núna þessa hóps sem eru fólki leita alþjóðlegri vernd og þessari orðræðu sem hefur verið á netinu ef þið lesið hana, að þetta er kannski sá hópur innflytjenda fólk sem stendur höllustum fæti akkurat í dag og fær yfir sig mestu gusurnar. Og mér stendur bara hreinlega ekki á sama stundum hvað fólk er tilbúið til að láta út úr sér. Í einhverjum tilfelli getur fólk einangrast, sérstaklega ef það er ekki með neitt tengslanet í kringu sig. Og já, kannski fara aðstoð einu sinni í mánuði hjá félagsráðgjafa eða eitthvað slíkt, við erum alveg með slíkt dæmi. Við erum að fá fólk með góða menntun og starfsreynslu sem er ekki metin. Og þetta er náttúrulega mjög þekkt. Við erum með fullt af hámenntuðu fólki í landinu en það fær ekki vinnu við hæfi eða starfi hæfi vegna þess að skorts á tungumálakunnáttu sem er þá íslenska. Og þetta er náttúrulega erfitt. Það er erfitt að hafa verið í kannski góðu starfi og með mikla menntun og geta gefið margt til samfélagsins eða þú fær ekki tækifæri til þess. Og jafnvel missi bílprófið þitt líka. Ég þekki nú bara mann núna sem er búinn að vera með bílprófið 30 ára en hann er ekki með bílpróf í Íslandi og samt er hann frá Evrópu. Félagsleg staða getur breyst. Ég meina bara það að skipta vinnustað, það getur verið erfitt. Ég meina félagsleg staða þeim breytist. Þú ert í einhver tíma að átta þig á hvar innan hópsins þú passar óöruggur stöðu þína, það þekkja þetta allir sem hafa skipt vinnu og hvað þú ert að skipta land, að það getur haft verulega áhrif á félagslega stöðu sem er ekki auðvelt, hvorki fyrir börn eða fullorðna. Tengslanet er jafnvel horfið. Ég var að tala við konu daginn sem hafi fengið ákvörður fyrir það að láta eldra barn passa yngra barn á meðan hún þurfti að fara til læknis og hún sagði bara við mig fyrirgefðu hvað á ég að gera? Ég er ekki með neitt. Það er engir foreldrar, engir afar og ömmur, engir vinir og hvað á ég að gera? Og svo getur hlutverkana fjölskylduna líka breyst sem getur valdið ýmiss konar árakstrum. Við þekkjum það til dæmis að börn eru fljótari oftast að læra tungumál heldur foreldrar og eru jafnvel að fá hlutverk sem þau eiga náttúrulega ekki að sinna en svo fara með foreldrar sínum í banka, túlka hjá læknum, þau smá saman geta aðlagast svona að tekið inn íslensk gildi sem að stríða móti vilja foreldrana og þá verður togstreita. Þetta eru dæmi sem að ég þekki mjög vel úr foreldrasamstarfi. Og svo getur líka svona status í hjónaböndum breyst. Jafnvel konur sem að fara út af vinnumarkaður í fyrsta skipti að afla tekna til heimilisins, vilja meira jafnrétti eða eitthvað slíkt. Það er
getur verið margs konar. Þannig að fólk ekki bara að fást við það að koma barninu sín í skóla, að það læri íslensku og eignist vini og það að viðhalda móðurmálinu, það að fást við allt þetta líka. Og það bara svolítið stór pakki. Og sko, við kannski getum ekkert gert mikið í því en við getum samt haft skilning og aðstoða það sem við getum aðstofa. Ég hef rosalega mikið áhuga á móttökunemenda og foreldra í skólum og þetta bara svona vörður sem við settum okkur og í Lækjarskóla og fundum að virkuðu vel og við þurftum að hugsa og það í fyrsta lagi og þetta gildir náttúrulega með leikskólana líka að það að taka góð móttökuviðtöl og það móttökuáætlanir í öllum sveitarfélögum og það eiga að vera virkar þar sem að eru gefnar upplýsingar og fengnar upplýsingar og skólinn þarf að gefa foreldrum eldra barna meiri upplýsingar heldur en við gerum almennt við íslenska foreldra vegna þess að það margt í okkar skólakerfi sem framandi og sem ekki annars staðar og við þurfum að gefa upplýsingar dagskipulag og nám og heimanám, stuðning í íslensku sem öðru máli, skólareglur, bekkjastarf, félags- og tómstundastarf og svo framvegis eins og þið sjáið. Og það til ýmsir bæklingar sem hafa verið þýddir á mörg tungumál og í þessum viðtölum tilvari að afhenda þessa bæklinga, sérstaklega vegna þess að við erum að gefa rosalega miklar upplýsingar á stuttum tíma og fólk gleymir eðlilega. Og Reykjavíkurborg til dæmis og fleiri sveitarfélög hafa verið dugleg við að þýða efni sem hægt að gefa foreldrum og þeir geta lesið seinna. Skólinn getur þurft að aðstoða foreldra við hluti sem við þurfum ekkert að aðstoða íslenska foreldra við. Eins og til dæmis að skrá í mentor, farin á mínar síður, skrá í skólamötuneyti og frístundastarf, veita upplýsingar vinnu, skóla, leikjanámskeið og svo margt annað. Þannig að það mikilvægt að í skólanum sé einhver aðili, hvort sem það umsjónarkennari, kennari íslensku sem öðru máli eða hver sem tekur það að sér, sem að foreldri getur leita til. Vegna þess að upplýsingar liggja út allt og þér ekkert endilega sagt hvar það liggja. Við þekkjum það bara líka sem Íslendingar, ég menna að það ekki að óta manna einhverjum upplýsingum, með rétt á einhverjum bótum eða einhverju aðstoð, að þá þetta ennþá meiri frumskógur fyrir fólk sem að koma erlends frá. Og, já, ég held ég hafa glemt einu hérna, sem ég ætla að segja líka var, nei, það þarna. Síðan þegar búið að gefa upplýsingar þá þurfum við líka þá sem svona tiltölulega greinagóðar upplýsingar varðandi bakgrunn nemanda, eins og til dæmis menningarlega bakgrunn, hvaða skólagöngu hefur barnið. Þegar ég byrjaði fyrir svona 15 ára síðan þá voru nánast öll börn sem komu með bara ágætt skólagöngu. En börn sem ég að fá í dag, mörg við erum að fá í skólana, að þá erum við að tala mjög brotna skólagöngu, jafnvel enga skólagöngu, jafnvel síðustu 7 ár í 5 löndum, eitthvað slíkt. Og það mikilvægt að hafa þessar upplýsingar. Hver hefur félagsleg staða, hver fyrir þekking og reynsla barnsins, hvaða styrkleika hefur það, á hverju getum við byggt. Og þarna kemur til dæmis þetta nýja tæki okkar sem stöðumatið, þannig getum við tekið þessa stöðu, svona grunnlínu til þess að byggja nám barnsins á. Og síðan, eftir nokkrar vikur, af því yfirleitt eru foreldraviðtöl svona 2 ári í grunnskólanum, en foreldrar íslenskir koma auðvitað og hafa samband miklu oftar, að það nauðsynlegt að kalla foreldra inn í annað viðtal eftir nokkrar vikur til þess að fara yfir bara hvernig gengur, hvernig líður barninu og svara spurningu sem hafa vaknað. Og það skiptir máli að skólinn hafi frumkvæði að þessu, af því að það bara okkar reynsla að foreldrar erlendra barna, þeir sýna ekki eins mikið frumkvæði að samskiptum, sem kannski ekkert skrítið ef við erum að hugsa tungumálakunnáttu og jafnvel menningu hvað það varðar eins og við ræðum aðeins síðar. Við erum líka að hafa í huga að foreldrar sem eru með áfallastreitu
það þarf oft að gefa þeim sömu upplýsingarnar oft, af því að þeir gleyma. Þeir gleyma líka tíma, að mæti skólan á þessum tíma og það er gott fyrir okkur að vita þetta og hafa þetta í huga, af því ég heyri oft að þú mætir aldrei á réttum tíma og þú man ekki neitt og eitthvað slíkt, en það er ástæða fyrir því. Þannig að þetta er svona eitt atriði sem er gott að hafa í huga. Og að kalla foreldra til eins oft og nauðsynlegt er, ég er ekki að tala bara að fólk mæti einu sinni í viku eða eitthvað slíkt, vegna þess að við erum líka heyra dæmi þess að það sé bara safnað upp málum, túlkar kosta peninga og svo eru foreldrar kallaðir inn og það er bara 2-3 tíma yfirheyrsla með túlki. Hann gerði þetta í október, svo kom þetta atvik upp í nóvember og eitthvað slíkt og þetta er ekki boðlegt náttúrulega, við gerum þetta ekki. Og það er mikilvægt að bjóða foreldrum að koma í heimsókn á skólatíma til þess að kynna sér skólastarfið, árétta þessu alltaf velkomnir af því að skólastarf getur verið með öðrum hætti eða öðruvísi og kannski veitir fólki öryggi að sjá hvað er verið að gera. Og þetta með frumkvæða samskiptum. Foreldrar barna af erlendum uppruna hafa mjög mismunandi forsendur til þess að hafa frumkvæði og í mörgum tilfellum að það finnst þeim ekki einu sinni að það vera sitt hlutverk. Þeir eru kannski að koma úr menningu þar sem að foreldrar eru ekkert að ráðast inn í skólan. Og ég meina við þurfum ekki að tala um erlenda foreldra í því sambandi, vegna þess að ég man bara þegar ég var í skóla, foreldrum mínum hefði aldrei dottið í hug að hafa samband í skóluna fyrir að bragði. Á meðan núna að þá er það eitthvað sem er miklu, miklu algengar. Þetta er bara menningar náttúrulega ekki fasti og þetta er bara breytingar sem hafa orðið. Og svo þurfum við að huga að til þess að skilaboð komist rétt til skila og verði ekki misskilningur hvaða samskiptaleiðir henta best. Talar viðkomandi ensku eða eitthvað annað tungumál sem að báðir skilja, þarf túlkun, er það samfélagstúlkun, það sem er pantaður túlkur, er hægt að vera með símaskilaboð, sumir eru farnir að nota language line eða þýðingavélar, Google Translate, það er alveg margt sem er hægt að nota. Er eitthvað tengiliður sem talar íslensku og ensku sem getur komið svona styttri skilaboðum á framfæri, nota foreldrar tölvupóst, skriflega skilaboð oft til á mörgum tungumálum, það eru svona ýmsir skilaboðabankar til, nota sjónrænt efni, samskiptabækur, allt sem að nýtist. Og síðan eru foreldrar læsir og ef þeir eru það ekki þá er mjög óþægilegt að vera að fá bréf heim. Þau eru kannski send ekki til slæmum tilgangi, en það setur þið samt í, þessa stöðu að þú færð verkefni sem þú ræðir ekki við og við vitum að viðkomandi ræðir ekki við það. Þannig að það þurfi að vera munnlega eða sjónræn skilaboð. Og svo er náttúrulega gullna reglan og mér finnst voðalega leiðilegt að þurfa að segja þetta árið 2019 að ekki láta börn túlka fyrir foreldra sína. En samt ég alltaf að heyra því að börn sé að túlka fyrir foreldra sína. Það er minnst í skólakerfinu, finnst mér, en ég er ofta að heyra þetta til dæmis frá læknum, í bönkum, bara hér og þar í ýmsum aðstæðum. En þetta er eitthvað sem við látum ekki gera í skólanum. Og síðast atriði sem ég ætla að nefna hérna er að ég er mjög oft spurð að því hvað fólk eigi lengi rétt á túlki. Og við erum ekkert með neinar reglur um það. Sum lönd setja sér reglur. Ég veit ekki til þess að það hafi verið gert hérna. En þetta er svona, mér finnst þetta bara, við erum með eða óþarfa orku í eitthvað svona. Aðalmálið er að skilaboðin komist á framfæri. Við græðum ekkert á því að banna fólki að fá túlk og geta svo ekki komið skilaboðunum á framfæri. Við erum að tala þetta er barnið sem við erum að tala samvinna með foreldra og þá bara pöntum við túlk. Við getum ekki stjórna því sama hvað skoðun við höfum á því, hvort eða hversu fljótt fólk lærir tungumál eða ekki. Það eru alls konar ástæða fyrir því og mér finnst ekki við eigum að vera að eyða orkunni í þetta. Og svo er náttúrulega mikilvæg foreldrasamstarf sem er kannski aðalumfjöllunarefni í dag, að það er þetta að viðhorf og stuðningur foreldra
og hefur mikil áhrif á líðan barns og framfarir í námi. Og ef við höfum foreldrar með okkur til þess að styðja við barnið, að þá skilar það barninu alltaf miklu lengra áfram heldur en að það er engin samvinna við foreldra eða það verður svona einhver trúnaðarbrestur. Og þess vegna er gott samstarf mjög mikilvægt. Og það er mjög mikilvægur grunnur fyrir góðu samstarfi er að fólk finni þegar það kemur inn í skólan að menning þess og móðurmál skipti máli, sé sýnd virðing og að skólastarfi endurspegli þennan menningarlega margbreytileika sem er í skólanum. En það er ekkert oft sem maður sér það. Ég vil sjá það, þetta er mín skoðun, ég vil sjá það í miklu ríkara mæli. Það auki einhverja tilfinningu fólks fyrir því að það tilheyrir raunverulega skólasamfélaginu og samfélaginu í heild og þetta framlag sem að það kemur með sér að það skipti máli líka. Auðvitað erum við í íslensku skólakerfi en við þurfum að endurspegla hópinn og allan þann svona menningarlega auð sem hann kemur með sér. Hann á að endurspeglast í innra starfi skólans, í námsgreinunum og líka á veggjum skólans og hvar sem er. Ekki einu svona ári, í eina viku ári, heldur alla dag. Og það eru flestir foreldrar sem geta stutt vel við nám barna sinna og vilja eiga hlutdeild í því og félagslegu og öðru slíku, þó sé alltaf dæmi fólk sem er ekki í þeirri stöðu að geta það, að þá er mjög mikilvægt að skólinn bendi fólki á leiðir. Þú veist, hvernig getur þið stutt við nám barna þinna? Þú getur ekki kennt þig kannski íslensku, en þú getur fengið aðstoð við heimanám, hún er í boði hér eða þar, eitthvað getur þú aðstoða barni við, kannski stærðfræði, ensku eða eitthvað annað. Hvernig getur stutt við móðurmálið, getur stutt við þátttöku í íþrótt- og tómstundastarfi og bara ræða þessar leiðir við foreldrar, hvernig er best að styðja börnin. Og að hlusta á raddir foreldra, þegar skilningur þeirra á sínu hlutverki getur verið bara ólíkur því sem við eigum að venjast. Sumir foreldrar finnst það eins og ég sagði áðan ekki vera sitt hlutverk að vera að fara mikið inn í skólan, hafa mikið samband eða þetta er hlutverk skólans, mitt hlutverk er heima. En það er líka, og þá er bara fínt að vita það og það er okkar svona verkefni að hafa það samtal við foreldra, að virða hlutverk þeirra og ábyrgð á barninu en varast að vera að krefjast einhvers af foreldrum sem það get ekki orðið við. Til dæmis eins og að vera að senda heimalestur á íslensku heim með barnið þar sem að foreldrarnir treysta sér ekki til þess að hjálpa því. Skiljiði? Eða að biðja fólk að skrá börnin sín í fótbolta og mæta æfingar á 4 staði í viku og svo íþróttamót upp í Borgarnes og fólk hefur engar forsendur til þess. Þannig að við þurfum aðeins að róa okkur stundum. Svo er upplýsingar, foreldrar geta þessi önnur viðhorf og væntingar en almennt gerist á Íslandi og þess vegna skiptir þessi upplýsingagjöf á báða bóga mjög miklu máli og er þessi grunnur fyrir því að við fáum einhvern sameiginlegan skilning. Hvaða barn eru fyrir bestu? Vegna þess að ég kem á eftir þá þetta er svona mín menning og þín menning en þú veist, það þarf ekki að vera árekstur. Við getum líka fundið leiðir. Og svo eru foreldrar erlendra barna náttúrulega ómetanlega uppspretta alls konar upplýsingum menning, gildi, siði, hefðir, trúmál með menntun og tungumálarreynslu og búið við miklu menningarauði sem að mér finnst persónulega vera vannýttur í skólastarfi. Af því að fólk kemur ekki sem 0 þegar það kemur til landsins, heldur kemur með mjög mikla reynslu og bara fjársjóð sem að við eigum að nýta betur. Og þess vegna þarf að mínum að valdefla foreldra og ég myndi vilja svo aukna aðkomu þeirra í skólastarfi, til dæmis í bekkjastarfi, í foreldrafélögum, í skólaráðum og annað slíkt. Ég held að þetta endurspegla ekki alveg fjölda nemenda. Og svo er þessi menningarfærni sem ég hef voðalega mikinn áhuga á, sko. Og þessi færni til þess að bara, þetta er líka verið að kalla millimenningarfærni, að færni til þess að bara ræða við fólk
að virðingu á jafnréttisgrundvelli svona á milli menninga. Og það náttúrulega bara þannig að svo menning sem við ölumst uppi sjálf, hún hefur miklu meira áhrif á okkur, kannski heldur við gerum okkur grein fyrir í daglegu lífi. Við erum ekkert að hugsa þegar ég mæti annarri mannesku, hvað ætli mín menning, hvernig ætli hún skiptir máli hvaða viðhorf ég hef til þessara mannesku. Við erum ekkert að hugsa svona. En menning sem við erum alin uppi, hún hefur áhrif á sýn okkar á lífið og á atferli okkar og hvernig við hegðum okkur og hvernig við hugsum. En það kannski ekki fyrir við mætum einhverjum öðrum sem með allt aðrar hugmyndir sem við föttum þetta. Eða áttum okkur á því og finnum muninn. Og þess vegna í samskiptum við fólk með ólíkan bakgrunn, menningarlegan bakgrunn, þá skiptir máli að við séum meðvituð þetta, að við séum ekki strax komin með fyrirfram gefnar hugmyndir. Sem við byggjum ofta á einhverjum, ég meina á hverju við byggjum þar. Byggjum á fréttum, einhverju sem við höfum lesið, einhverju sem við höfum séð, sem svona alhæfing. Af því að þú kemur úr þessari menningu, þá ertu svona. Og við þurfum að vera mjög meðvituð það, hvaðan við höfum þessar hugmyndir og hvort þeim skýtur upp í kollinn. Það gerir það náttúrulega hjá öllum. Og ég hef nú oftar en einu svona, oftar en tvisvar, og oftar en mér langar að muna dotti í þá gryfju. Vegna þess að við getum ekki alhæft fólk á grundvelli menningarlegs bakgrunns. Það alls konar breytur sem koma til. Það aldur og það stétt, félagslegur bakgrunnur, efnahagslegur, menntun, trú, reynsla. Allt þetta hefur líka áhrif á hvernig fólk, bara atferli fólks og viðhorfs. Og svo ef að fordómar eða staðalmyndir leiða för, að þá leiðir það til mismununar sem hefur áhrif á möguleika fólks og tækifæri framtíðin og bæði fullorðin og barna. Tölum við fólk af virðingu með opnum huga og alltaf með varðandi lausnir í samskiptum. Svo ætla ég bara mig langar að segja eitthvað frá nokkrum dæmum sem að ég hef fengið frá erlendum foreldrum sem hafa hreint ekki verið sammála því sem við höfum verið að fara fram á eða bera borð eða segja. Og þetta bara svona, þetta ekkert alvarlegt endilega, en þetta er bara svo gaman að ég hef oft fengið svona blauta tusku í andlitið. Og það til dæmis að margir foreldrar eru ósammála þessum reglum okkar eða að börn fari út í frímínútur eða útiveru leikskóla eða einhverju slíku í mjög slæmu veðri. Og þeir eru bara ekki sammála. Svo ein móðir sagði við mig bara hreinlega, þetta mannréttindabort. Og þeir fara bara illa með börnin ykkar og allt slíkt. En hvernig þetta hjá okkur? Þetta herðir börnin og það gott aðeins og annað slíkt. Sundkennsla annað. Margir eru ósammála því að ég meina, fyrir einhverjum árum síðan og þá var það sérstaklega þetta fyrir sturtu og fara út með blautt hár. Af því það er mjög óhollt. Og fólk vildi ekki að börnin gerðu þetta. Núna ég að fá meiri dæmi þar sem að fólk vill bara alls ekki að börnin fari sund. Og sérstaklega þá stúlkur. Og þá þetta fólk sem kemur lengra frá og þetta tengist jafnvel trúmálum eða einhverju slíku ekki hefð fyrir þessu. Þannig að þetta svona svolítið og maður spyr sig hversu langt á maður að ganga. Pína fólk í sund. Þetta hefur líka, verið pólitísk umræða, það hefur verið sett boð og bönn náttúrulega í nágrannalöndunum. Skólaferðalög. Ég hef, að því að það er farið skólaferðalög í sömu skólum og sveitarfélögum sem eru kannski vika, farið í Reykjaskóla eða Laugar eða eitthvað slíkt og ég hef lagt áherslu á og sérstaklega þegar krakkarnir hafa verið í töluverðan tíma, við farið með og þegar við vorum við móttökudeildina gat ég alltaf sendt kennara með þeim og þá var það yfirleitt allt í lagi en fólk hefur sagt við mig, hvað er að þér? Á ég að senda barnið mitt í viku eitthvað út á land á Íslandi með fólki sem ég þekki ekki neitt. Þetta er bara ábyrgðarleysi, fullkomið ábyrgðarleysi. Og mér var hugsað til þess einhvern tímann að því að ég lenti nú einu sinni þeim aðstæðum sem voru reyndar aðeins öðruvísi, upp í Þórsmörk með 125 nemendur og 5 kennara og það var kolnaða myrkur og einhverjur hefðu skriðið upp í Össu
Og þú veist, ég var bara með svona hjartslátt hérna, þú veist, þetta eðlilegt? Og svo endaði með þegar þurfti að sækja eitt barni með hérna sjúkrabíl yfir ána og allt í vesinu klukkan 1:30 nótt og það hugsaði, nei, ég ger þetta aldrei aftur. Þetta ekki eðlilegt. Þú veist, þessar aðstæður. En þetta var hefð fyrir þessu og ég hef farið í svona ferð sjálf einhverjum 25 árum síðan áður. Foreldrar setja stundum spurningamerki við félagsmiðstöðvar eða íþrótt og tómstundir eftir skóla. Þetta kostar peninga, börnin frekar að vera hjálpa til á heimilinu, hvað gerist í félagsmiðstöðum, þú veist, eiga að vera úti sent á kvöldin, jafnvel treyst ekki skólastarfinu í félagsmiðstöðunum og þetta eitthvað sem maður þá að fræða, bara þetta samtal. Sleepover, akkur ætti barnið að sofa í skólanum, akkur séu það ekki bara heima á sér, það sem öruggt með foreldri sínum. Sama með heimsóknir og afmæli inn á, þú veist, til ókunnugs fólk sem ég hef aldrei komið heim til. Og ég hef oftar en einu sinni lent í því að barn hefur farið heim með öðru barni eftir skóla og ekki látið vita af sér og það hefur verið bara stórmál. Þú veist, að því að fólk líka að koma úr öðruvísi aðstæðum, þú veist, við erum bara vön því að krakkarnir kannski fara út og sér það einhverjum klukktíma seinna. Það bara ekki raunveruleiki sem fólk að koma úr. Svo hef ég fengið athugasemdir oflitla áherslu á heimanám, að það sé oflítill agi í skólanum, eins og kom fram hérna áðan, börnin töluðu ekki við kennarann nógu mikilli virðingu og annað slíkt. Greiningar hjá sérfræðingum, til dæmis sálfræðingum og talmeinafræðingum og sérstaklega finnst mér sálfræðingum það getur verið mjög viðkvæmt mál að það sé eitthvað að barninu, að það verði stimplað eða fá einhvern svona stimpil á sig, jafnvel sett í einhvern sérskóla eða eitthvað slíkt og þetta yfirleitt það sem fólk kemur bara með sér, hefur slæma reynslu af. Og ef að barn þarf að fara í greiningu, þá náttúrulega þarf það að fara í greiningu og það þarf oft að taka þetta samtala alveg nokkru sinnum, þú veist, og útskýra. Og það ekki sjálfsagt að fólk viti hvað ADHD eða fólk viti hvað málþroskaröskun eða fólk viti hvað sálfræðingur Ég talaði við konu hérna fyrir nokkrum árum síðan að því að sem bauðst sálfræðimeðferð og hún sagði bara við mig akkur og ég að tala mín dýpstu mál við einhverja manneskju út í bæ sem ég þekki neitt. Þú veist, hún bara konseptið var mjög framandi. Og ég hef líka fengið athuga, það var kona sem sagði við mig að þið setið gamalt fólk á elliheimili, já, nei, ég ekki komið þangað, látið lítil börn svo úti. Ég var að málþingja daginn og svo mynd sem að einhver kanadísk kona eitthvað hafði sett inn af unga börnum í Danmörku sem sváfu út í vögnum og það komu svona athugasemdir, þá setja þetta fólk í fangilsi. Hvað að fólki? Kom alveg runa athugasemdum. Og við höfum verið að mæla með því að börn fara á leikskóla fyrir okkur er það náttúrulega mjög eðlilegt að þau séu á leikskólum og til þess að læra íslensku og alls konar bara færni sem að hjálpar þeim í grunnskólum. Ég að fá sífellt fleira fólk til mér sem að vill ekki setja börnin sín á leikskóla, kannski vegna þess að það stórfjölskylda í kring, það heima eða frænka einhver sem getur passað. Við erum að ýta svolítið á þetta náttúrulega ekki skylda, þetta skólastig. Og það sagði einhver við mig faðir daginn, ok, á ég að fara að borga 20.000 fyrir að láta bíta barnið mitt og berja það í hausinn með tréleikföngum og vera með því 8 tíma á dag hjá ókunnugu fólki þegar það á foreldri heima. Þú veist, þetta alveg sjónarmið. Að við setjum gamalt fólk á elliheimili og heimsækjum það einu sinni í viku ef við heimsækjum það. Og það sagði kona með mig, þetta myndi aldrei gerast í mínu samfélagi. Svo það útihátíðir. Ég hef líka fengið athugasemdir við það. Þú veist, við sendum ung börn á útihátíðir í marga daga sem eru blindfull og enginn veit hvað að gera. Er þetta eðlilegt?
En það eru svona þessir hlutir sem að ég hef verið í samræðum við fólk. Ég ekki að mæla með því að fólk sendi börnina út í hátíð, í 10. bekk eða hvað. En síðan þessi, og við erum oft, fjölskyldur eru mismunandi. Ég meina, við erum svolítið einstaklingshyggju þjóðfélag og vinnum svolítið út frá því og hugsum út frá því, á meðan að aðra fjölskyldur eru meira í svona samhyggjunni. Það velferð einstaklingsins eða velferð hópsins, hún lengra en velferð einstaklingsins og það á að vera meiri aðstoð. Við erum til í að fá sálfræðing og einhverju utanaðkomandi aðstoð, á meðan að aðrar fjölskyldur vilja helst leysa málin innan sinnar fjölskyldu. Þetta eru bara svona nokkuð dæmi. En að ræða nákvæmlega þessi ólíku viðhorf og menningarmun, ef við ætlum að ná svona plattformi eða einhverju grunni, að þá mikilvægt í foreldrasamstarfi að upplýsa og tala ólík viðhorf þegar slíkt kemur upp. Og segjum við bara, við erum ekki sammála þetta, hvaða lausn getum við fundið á því. Það líka, mismunandi siður og gildi getur verið mjög ruglandi fyrir börn. Eitthvað sem við hrósum þeim fyrir í skólanum. Til dæmis, horfðu nú í augun á mér. Hvað sagt börn hérna á Íslandi sem horfa ekki í augun á fólki? Þau eru undirförl. Hafið þið heyrt þetta? Eitthvað, þau eru undirförl, þau eru fölsk, eitthvað slíkt. Já. Taktu nú alveg hraustlega í hendur á fólki, af því ef þú tekur ekki með svona hraustu handartaki, að þá ertu hvað? Þetta er eitthvað svona lélegu pappír, ekki nógu traustvekjandi, eitthvað slíkt. Ég meina, þetta það sem maður hefur heyrt. Að rökræða, já, ég alveg búin, rökræða við fólk, fullorðið fólk. Við hrósum börnum fyrir þetta í grunnskólanum, svo komið heim og þá þetta siðir sem gilda alls ekki heima og þeim refsa fyrir það. Og þetta samtal verður við að eiga við foreldra. Og það ofrík svona tilhneiging stundum til þess að horfa á það sem ólíkt og það sem aðgreinir okkur í staðinn fyrir það sem við eigum sameiginlegt sem manneskjur. Hvaða svona sameiginleg hluti gerur okkur að manneskjum og hvernig getum við til dæmis farsæld barnsins í skóla að það ætti að vera okkar svona sameiginlega stefna. Síðasta glæran. Hvað þurfum við að hafa í huga í foreldrasamskiptum? Það þetta fyrst og fremst að vera meðvituð okkar eigin skoðanir, okkar viðhorf, okkar fordóma. Allir með fordóma. Hafa í huga að áhrif búferlaflutninga, hvort sem eru frjálsir eða þvingaðir, þeir hafa mikil áhrif á fjölskyldur og einstaklinga og hvernig getum við stutt fólk. Hafa í huga að við erum með sífellt fleiri foreldrar sem eru með viðkvæmri stöðu. Hvaða áhrif ólík menning getur haft í samskiptum og vera tilbúin til að leita leiða til þess að hjálpa barni og foreldrum, að vera tilbúin til aðstoða en ekki taka ábyrgð frá fólki. Ekki hjálpa of mikið vegna þess að við viljum gefa fólki verkfæri og bjargir sem það nýtir í framtíðinni og verður bara sjálfstætt og þarf ekki alla þessi aðstoð. Og ég segi, skulum hugsa 20 ár fram í tímann. Hvernig viljum við sjá þess að krakka eftir 20 ár og fjölskyldu þeirra? Ekki 20 mínútur aftur í tímann þegar við erum að slökkva eldana. Takk fyrir.